að landsmennur pínlítið að velta fyrir sér núna tekju og eigna stöðu fólks, svona að því að tekjublaðið og síðan ég sá nú að heimildi var að koma í dag með svo kallan hákallalista sinn sem fjallar fjármagns, að draga fjármagnstekjur inn í þetta, en það hefur svona verið árvisviðburður að það komi út blöð sem sýnir tekjufólks, einhver hluta svona þverskurður af samfélaginu og við erum gaman að við Jón að rifja upp sko hlutverk okkar í samtímasögunni. Jón sem fyrirverandi ritstjóri Frjálsrar verslunar og ég sem fyrirverandi ritstjóri Viðskiptablaðsins sem rekið sem eitt félag í dag. Við Jón vorum náttúrulega alltaf að keppa á sínum tíma en nú þetta orðið sameiginlegt félag og það svolítið merkilegt að undir hatti þessa sameiginlega félags er gefið út þetta tekjublað en á sínum tíma þá var svolítið umræða inn á Viðskiptablaðinu sem var andsnúin því að gefa út tekjublað. Þetta birtist kannski meira í pistlum, ég held að það nú aldrei verið skrifað beinlínis leiðar það, en nú þetta fallið saman og Jón það kannski, minnst allt í lagi aðeins að rifja upp sko hlutverk þess eða hver svona, réttlæting þess eða skýring á því að menn að standa í þessari útgáfu? Það náttúrulega alveg hárrétt hjá þér að ég var ritstjóri Frjálsrar verslunar í 25 ár og ég í rauninni þannig að bara núna síðustu daga þá hef ég fengið fjölda tölvupósta heim til mín og líka SMS skeyti gegnum Faceið. Nei, Messenger segi að ég vil ekki skoða þetta vegna þess að það það sem fólk að segja, þetta ekki alveg svona hjá mér og eitthvað fleira. Þannig að ég einhvern veginn ennþá... Þú situr enn uppi með þetta? Enn uppi með þetta þá að sé mörg ár... Fólk að biðja vegna leiðréttinga? Já, vegna þess að heldur ég sé ennþá ritstjóri þarna og sé vegna þess að það ímynd mín svo að ég sé eiginlega bara tekjublaðið ennþá, þrátt fyrir það. Verða tekjublað? Já, og þrátt fyrir það að ég hafi þegar að blaði fór yfir til Viðskiptablaðsins á sínu tíma, 2017, að þá skildu leiðir, þannig að eftir 25 ár í brúnni þá ákvað ég að stíga til hliðar og fara mínar eigin leiðir. En það alveg hárrétt hjá þér að þið á Viðskiptablaðinu, ég segi þið núna bara svona og eigandi þess, Árni Pétur Jónsson, ég heitir hann ekki Árni Pétur, að ég held að hann alltaf, menn voru og Viðskiptablaðið sýndi það aftur og aftur að þið voruð algjörlega á móti þessu og tölduð þetta hnýsni og fleira sem frjálsverslun var að gera. En það alveg rétt, svo þetta fer þannig yfir, þá það svona að renna saman sjónarmiðum. Já, og menn fylgja peningunum, það menn sjá þarna glitta ykkur. Þeir hafa ekki viljað hætta að gefa þetta út? Nei, þetta náttúrulega var eitt af svona, ég vil segja þetta var þetta blað sem að seldist þetta lang mest og var mikill hasar í kringum, en það bara þannig að það líka skemmtilegt að segja frá því á Óðinn sem fastu dálkur í Viðskiptablaðinu, hann hins vegar að gagnrýna hann gagnrýnir sko núna útgáfuna á þessum upplýsingum þar sé að vinstri höndin eða hægri höndin að gagnrýna hitt sko, þannig að það nú svolítið skemmtilegt en þetta auðvitað var eitt af því væntanlega sem að þeir hafa séð þegar þeir tóku Frjálsa verslun yfir að þarna væri ákveðin. En almennt Jón, hlutverki að gefa þetta út, þú örglega farið oft í gegnum þessu. Já, ég hef þurft að fara í gegnum, fór mjög oft í gegnum hana og vegna þess að ég var að segja að það hefur þurft að útskýrða hvernig þetta allt til komið. Við skulum kannski bara fara í smá sagnfræði. Það þannig að það löggjafinn setur á sínum tíma lögum það að þetta að álagningarskrár skuli birtast almenningi til sýnis og það muni og þess að í halva mánuð. Þetta held ég að maður rétt, þetta sett skýrt og skilmerkilegi lög í að cirka 74 eða 78, það breytir ekki öllum, en þetta sett í lög. Síðan gerist það að Helgi Magnússon, þá var ritstjóri Frjálsrar verslunar 1989 frekar 90, byrjar á því að setja tína og taka þetta saman og þetta var alltaf fullt af fólki sem fór á skatt og var með penna og var að skoða vini sína og hvað hinur og þessir höfðu skilur og nágrannar og svona og þá var þetta að hugsa kannski þannig að þú að nýsast náungan og leti vita, heyrðu,
hann Siggi, hann á 2 jeppa og hann þarna og hann lifir í höllinni sinni sko og hann borgar út vinnukonu útsvar. Síðan gerist það að þetta eru mjög vinsæl blöð, þetta var þá bara hluti af öðru blaði í Frjálsri verslun og 92, þetta bara 1992 þegar ég verið ritstjóri Frjálsrar verslunar, þá er þetta bara spennandi og það er bara unni í þess og þá var það bara ákveðin tími sem þetta bara fór í þetta og enginn var að pæla í því, svo kom blaðið út í lok mánaðarins og það var enginn hasar í kringum þetta nema bara þegar þetta kom út. 1995, ef ég maður þess að sögur rétt, að þá er það þannig að þá eru ákveðnir aðilar sem að leita til umboðsmanns Alþingis og sem þá var Gaukur Jörundsson og þeir segja, heyrðu, við viljum að þetta Alþingi fari yfir þessi mál og við viljum láta stöðva útgáfu þessara upplýsinga. Við viljum láta stöðva útgáfu þessara upplýsinga. Og umboðsmaðurinn tekur þetta fyrir, Gaukur Jörundsson, og hann fer yfir málu og gefur sér góðan tími þá og segir og kemst að þeirri niðurstöðu að það sé ekki hægt að stöðva þetta. Skattalög taki almennulögum fram á meðan að þessar, og hann segir sérstaklega að meðan að þessar álagningaskrár liggja frammi. Og þetta verður mikill hasar í kringu þetta þarna 1994, þannig við gefum ekki, það myndast ekki tími til þess að gefa það út fyrst það mátti bara vera með þetta í halva mánuð. Blaðið var hins vegar selt svo hausti 1995 til talnakönnunar eða Bendis Jóhannessonar sem þá var aðalegandi talnakönnunar og vorið 1996 eða sumarið þá ræðu við þetta ég og Benedikt og hann segir svona hvort eigum við ekki bara farið það að gefa þetta út sem sérblað fyrst að má bara vera með þetta í halvan mánuð og hann auðvitað mikill með tölfræðina og starffræðina og Excelana og allt þetta á hreinu þannig að við bara förum í það að undirbúa þetta að gefa út sérblað, það var þá ekkert svo stórt en það var bara ákveð að taka þetta með trukki og búin að velja öll nöfn og kennitölur og við vissum svona sirka hvað það væri í gangi og það er bara allt í einu bara vinnum við þetta bara á einum tveimur dögum og endaði svo síðan þetta var vinnið sko frá því að skrárnar voru lagðar fram að þá var þetta bara tilbúið daginn eftir og þá vakti mikla athygli þessi svakalegi hraði að vera bara tilbúið með tölurnar daginn eftir þær voru birtar hjá 3-4 þúsund manns. Ég held ég að við spurður það alla tíð að í þessu 25 ár nema þetta árið 1995 þegar þetta stóði að þá held ég að hef verið spurður það sko hvað réttlætir þetta þó að löggjafinn gerir ráð fyrir þessu hvað réttlætir þetta og þar komum við nú kannski að þessu sem að það er alveg tvær, það er skipta skoðanur þetta það er annars vegar þeir sem segja að þetta sé bara hnýstni að hið opinbera sé bera fyrir sig persónuvernd að hið opinbera sé að leggja fram skýrslu hverjir eiga og þess áttar og svona og segja bara þetta bara stenst ekki út frá persónuvernd en Alþingi hefur sett lög og Alþingi hefur lagt áherslu á það að þetta komi almenningi fyrir sjónir þessar upplýsingar þá bara það bara þannig og ef að fyrst að Alþingi gerir ráð fyrir þetta komi almenningi fyrir sjónir þá er ekkit óeðlilegt við það einkaaðilar séu bara miðlið þessum upplýsingum bara eins og hverjum öðrum upplýsingum sem hið opinbera er að leggja fram eða vill láta birta. Eitt af því sem við höfðum áhuga á í þessu það var að þetta við lítum á þetta svona sem vinnu markaðsplagg. Þetta veri sennilega besta plaggið sko vinnumarkaðin, hvernig kaupin gerast á eyrinni, hvað er þess að fá þetta og við fórum þá að búa til allskyns flokka með framkvæmdastjórum næstráðundum þannig maður lá yfir þessu búa til hitt og þess og reyna að hafa sem flesta flokka þannig að þetta væri ekki sko þannig að flokkarnir væru farnir að skipta máli eru flugumferðarstjórar eða flugstjórar eða næstráðundur eru markastjórar allt inn að verða hærri heldur en forstjórarnir og eru bankamenn orðnir hærri heldur en forstjórar og svona var þetta þannig að þetta var svona svo gætlan vinnumarkasplagg og það er líka hægt að segja það að þetta náttúrulega er hugsað sko á vissan hátt þannig að þetta kemur í veg fyrir grófusögur í stað fyrir að
það sé alltaf verið að tala það hinur þessir hafi þetta og hann berist mikið á en borg ekkit í skattabú í Arnarnesuna sem vinnukonu útsvar. Þá sjá það menn bara þarna sást á kvitu hvað viðkomandi og hérna auðvitað eru á þessum við vorum bara með tekjurnar, við vorum ekki með eftirlauna tekjur, ég hafði áhuga því að fá það inn tíma en þá vorum við ekki alveg sammála það vegna þess að þetta var þá sem vinnumarkaðsplaka þeir sem væri á vinnumarkaði, en það geti líka verið mjög spennandi að sjá það að menn sem voru hættir hjá sparisjóðunum og hinnum á þessum stóru fyrirtækjum, þeir voru sko á dúndur launum sem þýddi þá að þeir höfðu gert mjög góða svona starfslokasamninga. Þannig að þetta kemur við fyrir gróðu, þess má líka geta að sérstaklega í Svíþjóð og Noregi og heldur Danmörku að þá þetta þannig nú bara þannig að þú getur fengið þessar upplýsingar líka þá fyrir allt árið kring, en þetta ekki bara eitthvað sér íslenskt fyrirbæri. Þú getur meira segja að farið svoleiðis að þú bara getur flett upp á það Jóngi Hauksson, hann með þetta í tekjur, hann býr þarna og húsið hans fasteignamatið þetta og það svo ítarlegt. Við varum í Svíþjóð í sumar og við vorum að ræða þetta þar við vinahjón okkar þar við Helga og þau sáðu okkur frá því þá hvað þetta væri ítarlegt. En við erum hér í þætti sem heitir hluthafaspjallið og við erum að ræða það sem hluthafar og það hlýtur auðvitað að vera, við erum að tala tekjur, við erum að tala herðu, þessi forstjóri, hvers konar eiginleika hefur hann, er hann vinsæll, er hann að fara að hætta? En auðvitað skiptir þetta, auðvitað settur inn í allar áskýrslur stjórnunarkostnaðurinn og hvað forstjóri sé með laun og fleira. Og það er mjög eðlileg upplýsing að gefa. Það er nauðsynleg upplýsing. Öll hlunnindi sem að forstjóri býr við og æðstu stjórnendur, það er mjög mikilvægt. Og við sjáum það til dæmis núna, Jóna, að varandi Marel, að forstjóri Marel sagði þá 300 milljónir í sérstakann kaupauka vegna sameiningarinnar og við fjöllum það reyndar í byrjun janúar, frekar í lok desember, þá sögðu við það. Hann vinnur að því að búa saman að JPT og Marel í þetta fyrirtæki JPT Marel. Og hann að fá hrikalega mikla bónusa fyrir það. Þetta mikli bónusa. Og það alltaf spurning, sko, hvað við hæfi? Svo það, já. Þegar menn ég ekkert að draga því að menn að leggja mjög mikið á sig og hérna sem að fylgir slíkum, þetta alltaf búið að vera gríðarlega erilsamt ár. Já. Þetta ekki alveg margt laun hjá hann. Nei, en það auðvitað alltaf, hvað við hæfi? Þetta hafðan, það þýr ekki að bera mútið því. Nei. Þannig að það er kannski annars líka þegar við erum að ræða þetta fyrst, þú veist að nefna hann og forstjóra JPT Marel. Að það sko, sem allt í enn fólk sér með 30-40 miljónar mánuð og bara hvað ruglir þetta? Þetta eru bónusar og allt sem koma inn í þetta. Og þess vegna líka ef menn að taka út séreignarspartnað þá kemur það inn. Það er eitt til dæmis hjá núna sem svolítið að ruggla myndin oft eins og gerist hjá Landsbjörgu þarna, já. Sem að svona knýr á þá að það þarf þá að koma einhverja leiðréttingar eftir á. En þetta er... En hann hafði þetta í tekjur, það er enginn að segja að þetta séu vinnutekjur, við tókum það margótt fram. Þetta bara, maðurinn hafði þetta í tekjur, hvort sem þetta var áunnið sem hann var að leysa út séreignarspartnað sinni eða ekki, þá bara hafði hann þetta í tekjur á síðasta ári og hann framkvæmdastjóri Landsbjargar og það bara þannig bara það er bara þá hans að segja frá að heyrðu, nei þetta er án. Ég vil bara líka fá að segja það að í þessu sambandi og það eru núna hvað eru ekki komnir það voru 30.000 hluthafar núna áramótin í Kauphöllinni sem eiga hlutabréf í íslenskum fyrirtækjum og ég fór þér ekki upp í 40.000, ég ekki alveg með tölunar hreinu eftir útboð Íslandsbanka. Einhverju er svo búin að selja. En þegar komið 40.000 mann sem eiga hlutabréf í íslenskum fyrirtækjum, þá eru svona upplýsingar, það alveg hægt að halda því fram að þær verði kannski enn verðmeiri vegna þess að það 40.000 mann sem eiga og vera pæli að kaupa þarna og þá fara þeir kannski að setja eitthvað býtu við þessir að standa sig vel en hann með mikið laun og eitthvað græðgisvæðing þarna í þessu fyrirtæki eða
Já, Skilurðu hvað er að fara? þetta er aðhalds, þetta kemur inn á aðhaldsluta, sem við tölum svolítið fyrir. Við tölum hérna fyrir litlu hluta, hann var fyrir 40 litlu hluta yfir landinu, einstaklingar, og ég bara, það sem að þú ert að velta fyrir og við hér, að í ljósi, bara hlutabriðamarkaðan sem eru með 40 manns sem eiga þessu, þess þá heldur kannski verður þetta, það er allt í einu hlutafar sem eru kannski vilja fara að fá þessar upplýsingar en ekki sko skatturinn skilur eða þetta sé hnýsni til þess að láta vita af einhverjum og bla bla bla. Ég held að hnýsni, þá skulum við nú bara fara í það, við erum búin að vera báðir í yfir 40 ári fréttamennsku. Hvað eru fréttir? Fréttir eru þetta, er það hnýsni af einhver les þess, svona fréttir? Það getur vel verið, þú er ekki þetta skilgreina það. Það sýnir sig náttúrulega þó að við höfum verið í viðskiptafréttum lengst á okkar tímabili, þá er það sýnt sig líka að fólk hefur áhuga á öðru fólki. Er ekki Smartland, hvað hún heitir? Já, og það er bara Martha? Það er alltaf svona matskett, hver fjölmiðill verður að leggja fyrir sig hvað hann vill ganga langt í því, því að það eru einhver mörk líka í þegar við kemur á hlustinni en sko lesendurnir kannski hafa loka orðið að sömuleyti að ef þeim líkar ekki fjölmiðill fer fram úr sér eða einhvern hátt, þá geta þeir auðvitað. Já, vel á minnst, það er eitt sem að þetta skiptir mikla máli sem þú ert að segja vegna þess að við lögðum áherslu á það að birta þetta bara, þetta eru upplýsingarnar, birta athugasemdar laust sig. Við vorum ekki að fara að skrifa, heyrðu, þessi nú búin og svona og gera ykkur athugasemdir og reyna að fara að búa til eitthvað rosalega. Eins og ég sé að til dæmis Heimildin gerir núna sem var að koma út með blaðið í dag, að þar eru gríðarlega svona moraliseringar, sem sagt þar fylgja með, sko, það er vitnað í gráðut fólk í sögunni og það græðgir svona hafð við, þannig að það er mikil moralisering. Hann fekk nú á sig reyndar þau hjón sem eru með Heimildina. Já, það var nú gaman að því að þau voru ágætlega launuð á síðast. Þau eru ágætlega launuð og þar var talað sjálftöku hjá Óðni. Já, hann var svona... Hann var greinlega, það var svo augljóst náttúrulega, hann var að stríða þeim. Já, þetta var svona ertni á milli fjölmiðla, við þekki það er nú stundum fjölmiðlaðir leyfa sem svolítið meira. Það er kaldarsins fjölmiðla. Flokkspólitík. Við reynda vorum aldrei neitt í því og Já, sko, við komum inn í þetta þegar að, þjóðviljin er til, þegar ég byrja í blaðamennsku, tíminn er til, og Alþýðublaðið. Þetta var allt til á meðan ég var líka. Og þetta er svona, svo hverfur þetta alls saman og... Já, það voru svona pólitísk skeitasendingar, alveg endalausar, sko, svolítið sem að bara endur upplifir þegar maður les, Össur Skarphéðinsson svona á Facebook, þá endur upplifir maður aftur gömlu pólitísku skeitasendingarnar.